Þetta strax besti dag lífsins. Ég bara mættur á risa Lego Convention. Þetta að stefna í svo geðveikan sunnudag. Síðasta Texas-vlogið. Af hverju ég svo spenntur? Ég að upplifa svona my childhood dream right now. Sko, eitt af áhugamálunum mínum Lego, ok? Síðan ég var svona 6, 7, 8 ára var ég alltaf að leika með Lego. Ég átti ógeðslega mikið Lego þegar ég var yngri og svo gufaði allt í hennu upp. Og svo fann ég aftur áhugan þegar ég var svona 19, 20 ára og núna þegar ég var ekkert pláss heima það var allt Lego í geymslunni hjá mér. Hálftíma frá þessu erum að gista hérna í Texas. Þetta bara næst síðasti dagurinn okkar. Eitthvað risastórt Lego Convention. Mér hefur alltaf dreymt að fara á eitthvað svona risastórt Lego event. Og það hérna. Það kostar $30 og ég held að þetta er að stefna í bestu $30 sem ég mun eyða. Þannig að ég er komin á Kalahari Resort and Convention. Einhvers staðar út í Raskati í Texas. Ef þið sjáu rauða pinni, það Airbnb-ið og við erum hérna upp í horni. Í Round Rock. Ef ég ekki að tjekka á þessu. Eins og sjá, við erum komin á eitthvað risastað. Ég veit ekkert hvort ég hef búin að kaupa eitthvað miða eða ekki. Það allir hérna með eitthvað armbönd og eitthvað. Hi, how are you? Hi, good, how are you? So, where do I buy tickets? For the Lego convention? Yes. Go in through those main doors right there. Okay, is it how much? I think it's 25. Yeah. Okay, thank you very much. welcome. I'm very excited. Have fun. You'll have fun. Thank you very much. Tjóðlega fólk næs hérna maður. Þetta strax besti dag lífsmins. Ég er búinn að finna þetta Brick Rodeo og það risa Lego kallana. Þetta vinsælasti fótóbúðin allavega áður kemur inn. Checkum á þessu. Ok, staðan, ég er komin inn. Ég þarf að fara inn á brickrodeo.com og kaupa miða sem ég er að gera right now. En það eru rosalega margir hérna. Þannig að þetta er mjög spennandi. 32,48 ég að borga fyrir þetta. Það ekki bara fínt verð fyrir geðveikan dag? Fyrsta sem við sjáum þegar við löpum inn. Það fullt af svona Lego listaverkjum. Þetta svo insane sko. Fullt af fólki hérna bái. Við erum með Bluey. Þetta geðveikt maður. Þetta uppáhalds bensínstöðin mín. Fyrir utan Ólís náttúrulega. Is this a working hat? Very cool. Hvaða algjöra síru ég mættur inn í? Ég bara mættur á risa Lego Convention. What the fuck? Ég á svo erfitt að meðtaka þetta, ég á erfitt að koma orðum inn af því að ég veit ekki hvað að segja. Ég vissi ekkert hvað ég var að búast við. Ég veit ekkert hvort ég sé að búast við einhverju geggju eða ömurlegu en þetta er geðveikt. Og núna ég mættur á Lego Convention. Það einhver ókunnur að taka upp vídeóið mitt. Ég ógeðslega spenntur að fara að skoða. Komið með. Thank you very much, sir. Svo bara fyrsta sem við sjáum eitthvað Star Wars dæmi, Star Wars og jólasveinn. Svo bara einhver fótboltavöllur, flugvélar að fljúga. Þetta að stefna í svo mikla veislu, guys. Núna líður mér eins og við séum komin í Texas. Þetta svona villta vestrið. Þetta svo flott. Og svo bara næsta sem við sjáum hérna fiskar. Það einhver comedy genius hér á ferð. Við erum með risa Creeper, við erum með Steve, við erum með Chicken Jockey, við erum með Fortnite mappið. Þetta einhver veisla, guys. Þetta gæti ángríns verið svona 30 mínútna vlog að mér að sýna allt sem hérna en þið sjáu bara hvað ógeðslega mikið hérna þannig að ég ætla að sýna ykkur bara nokkra hluti eins og þetta hérna sem ég veit ekki hvað í gangi. Kannski ætla ég að spjalla eitthvað fólk. Spyrja hvað þeim finnst þetta. Hérna erum við með Radiator Springs úr Cars. Ok, þetta ógeðslega stórt en svo fyrir við hinum við borði og við sjáum bara eitthvað stærsta, ég veit ekki hvað þetta ég amazed by þessu, þetta bara automatic tennisvöllur, þetta geðveikt. Við erum með mjög mikið af teiknimyndum, við erum með Toy Story, við erum með Perry the Platypus, við erum með bíla úr Cars, við erum með The Penguins, svo getur við keypt Lego kalla og fullt af gömlum Lego settum, það svo mikið hérna. Sko, ég á þetta Lego heima, ég er búinn að byggja fyrstu svona 5-6 bókana af svona 30, ef einhver vill kaupa þetta af mér, þá með ég kaupa á 30 skall. Ég er sem sagt kominn óvart inn í einhvern sal og búið að loka salnum og það mjög mikil þögnin inni og það eitthvað Q&A með einhverjum Lego sérfræðingum og ég er mjög hræddur, mér langar að fara út en það ekki hægt, þannig ég fastur hann inni. Fyrir $13,50 getur við fengið Vitta í Toy Story sem minifígjur. Það þetta dálítið sniðugt. Svo sé ég ekki verði en hérna Bart og Lisa stendur ekki en ég ætla að gíska á svona 15-20 af því að hérna Martin Prince fyrir $14 þannig að gískum bara hvað hitt verður. What is your favorite movie of all time? Favorite movie? It's going to have to be Captain America. Passion of the Christ. Thank you very much, guys. Ok, ég er búinn að vera inn í þessum sal núna alltaf lengi. Ég er að pæla að halda áfram með lífið mitt og fara að gera eitthvað með daginn. En $30 að virði, 100%.
Þetta er geðveikt. Þú veist, þetta vlog gæti verið svona 10 mínútum lengra, en I'm so sorry, ég ætla ekki að gera ykkur það. Og þá er ég búinn á þessu Lego konvensjoni. Ef þið sjáum mikið, þá er ég hér, niður á skjánum, hjá þessum stóra Lego-kalli, fullt af fólki að labba fram hjá. Eins og þið sjáu er þetta rosalega stór Lego-kall og í samanburði er ég 1,97. Heyrðu, höldum áfram í daginn. Takk í dag. Heyrðu, við sennilega vorum í Marshalls og skilti sést ekki. Svona 10 sekundar review á því það sem við keyptum. Óli getur sér peysu. Kostaði $30. Hann getur sér veski. Kostaði $12. Af því að mér desperately vantar veski. Já, ekki veski. Ég keypti bleikan brúsa. Þetta er brúsi númer 6 í ferðinni held ég sem búin að kaupa. Long here. Og svo keypti ég svona myndaramma til að setja guffa gilla í. Já, það er einhverstað þannig. Nú veit ég ekki alveg hvað það kostar að framkalla myndir á Íslandi. Ekki allan að þetta kostaði. Já, 3 myndir, bara svona litlar basic A5 myndir held ég. Nei, það er ekki. 3 A5 myndir, þetta kostaði $1.36 hér í CVS. Við bókuðum þetta á netinu og þetta var tilbúið kortir síðan. Hvað er þetta á Íslandi? Sko, þetta er guff og gilli og guff og gilli og gilli. Gilli. Þú ákast sem sagt þessa mynd, eða ekki? Já, hann var í náttborunum mínu. Oh my god. Við erum byrjað að pakka, þetta er allt dótið sem við erum að koma í töskuna. Þú veist, við erum með hundadótadæmi hérna. Hérna erum við risa teppi sem við erum líklega bara að halda á. Þessi er full, þessi er full. Við erum að ná í sér svona helmingatösku. Sko, ég er tilbúin að setja pening undir að báðar töskunar okkar verði yfirþyngd. Þið heyrðu það bara hér og nú. Það er gleðilegt mánudagskvöld. Það er síðasti dagurinn okkar hér. Þetta er staðan akkurat núna. Gólfið er að tæmast. Það er sem sagt sunnudagur í dag. Nei, mánudagur, mánudagskvöld. Hvað erum við búin að gera í dag sem er síðasti dagurinn okkar? Ekki raskat. Við fórum í hádegismat og okkur mjög góðan pítsastað og svo fórum við á Sundlaugarbakkann og vorum þar til svona 7:30. Nú er klukkan að vera 9. Við erum búin að pakka í töskur, við erum búin að taka til. Við erum að skila Airbnb-inu á morgun klukkan 10 og flugið okkar er ekki fyrir klukkan 4 hér frá Austin. Förum í flug, tengiflug og svo þaðan yfir til Íslands. Hvað ætlum við að gera á milli 10 og 4? Við ætlum að fara heim til frænku Sillu sem býr 7 mínútum frá þess að við erum núna. Geyma töskunar okkar og bara svona slaka á í nokkra tíma. Það gekk smá brösulega að pakka niður. Ertu ekki sammála, Silla? Ég er búin á því. Við erum svona að klára að taka til núna. Það er alltaf hvolfinni á mér sem á að fara í handvarungstöskuna mína. Þannig að þetta verður áhugavert ferðadagur á morgun. Ég ætla ekki að vloggan bái. Af því að basically vloggin frá Texas eru bara búin núna. Því miður set time. Kannski sérlega kannski að vlogga 1 vlogg í viku. Við sjáum til hvað við nennum. Kannski gerum við, kannski gerum við ekki. Þannig að ég ætla ekki einu svona að lofa þið. En ef þið fílið það, annars er þetta bara rest in peace Texas vlog. Þau verður 10 talsins. Ég bjóst þau eru svona 3 eða 4 max. Þannig að það er bara geggjað. Takk fyrir að horfa. Svona rétt ára við endum þetta vídeo Silla. Getur nefnt mér þína 3 uppáhalds hluti sem við gerðum í ferðinni? Shopping sem við gerðum, ok, hitta fjölskylduna, er það? Ég er að meina svona eitthvað svona afþreying. Þú veist, gera eitthvað. Ok, mér var mjög gaman í escape roominu. What the hell? What the fuck, það var rennibraut. What the hell? Við varst mjög gaman í trampolingarnum. Þú þarf bara að greipa í þetta. Nei, Silla. Það er bara svo margt sem við gerðum í þessari ferð, þannig er ekki hægt að nefna nokkra hluti, þú veist. Við fórum í escape room, við fórum að skjóta byssum. Are you nervous? Don't embarrass me. This is gonna be bad. Við fórum á Buc-ee's. Hvaða költ eru komin í? Mátum kúrekaföt. Er ekki flottur? Sko, mér finnst þessi eru flottir. Þannig að, is this ferð going down the history book, Silla? Já. Á skalum 1 upp í 10, hversu mikið gefur þessari ferð í einhvern? Þetta voru næstu í 3 vikur, sko. 8. 8? Ég ætla að gefa henni 8,5 líka, af því að mér fannst þetta smá lang ferð á tímapunkti. Ég held að næst tökum við bara svona 2,5 max. En for the final time, sjáumst einhvern tímann aftur. Peace out. Allir að kommenta rest in peace Texas vlogs. Ok, bye.